Ég ætla að segja ykkur frá þessari vöktun eins og hún sagði hófst árið 2012 sem við Ásta og Sigurður hófum umhverfis orku jarðvarmavirkjanir Orkuveitu Reykjavíkur við Hellisheiðarvirkjun og Nesjavallavirkjun. Nú stutt yfirlit yfir erindið. Ætla ég fyrst að segja ykkur frá bakgrunni verkefnisins og markmiði, aðferðum sem við beittum við vöktunina, fyrstu niðurstöðum frá sumrinu 2012 og síðan að lokum umræðum og ályktanir niðurstöður sumarsins. Nú, á síðastliðnum áratugum þá hafa jarðvarmavirkjunum fjölgað verulega á Íslandi og hefur áhrif þeirra umhverfi farin að gæta. Nú, vandamálið að í kjölfar nýtingu jarðvarma þá á sér stað hita- og efnamengun sem getur skaðað umhverfið. Nú, þessi mengandi efni þau losna í gufufasa beint út í umhverfið í andrúmslofti, þá meðal annars brennisteinsvetni, kvikasilfur og bórón. Nú eða með affallsvatni sem brennisteinsvetni, arsenik, kvikasilfur, blý, kadmíum og sink. Nú þessi mengandi efni þau berast annaðhvort út í umhverfið á meðan blástursprófum borhola á sér stað, en síðan seinna meir þegar þær eru tengdar við orkuverið sjálf, þá öll mengunin kemur frá kæliturninum orkuversins. Nú, það hefur sýnt sig að orkuverin til dæmis í Svartsengi þau hafa haft áhrif á lífríkin umhverfis orkuverið eins og við sjáum til dæmis á þessari mynd hérna. En hér hafa verið miklar gróðurskemmdir og þið sjáum þarna brúna þekjan í hrauninu, þetta allt dauður mosi. Og þegar maður sér svona atburði þá fer maður alltaf fyrir sig hvert framhaldið. Mun þessar mosaþömbur ná sér? Mun bara nýtt vistkerfi taka við eða mun mosin ná að vaxa aftur? Og það mjög mikilvægt að fylgjast vel með vistkerfum í grennd við nýtingarsvæði jarðvarma því að við vitum ekkert hversu mikil áhrifin eru á vistkerfin. Og til þess að meta þessi áhrif þá verðum við að setja upp góða vöktun í kringum þessar virkjanir. Og það var ekki fyrr en sumarið 2012 þar sem að langtíma gróðurvaktanir hófust umhverfis jarðvarmavirkjanir á Íslandi. Og við hjá Náttúrufræðistofnun við byrjum sumarið 2012 þar sem að Orkuveita Reykjavíkur bað okkur að vakta umhverfis virkjanir þeirra við Nesjavallavirkjun og Hellisheiði. En svo hefur Náttúrustofa Norðausturlands séð umhverfis jarðvarmavirkjanir Landsvirkjunar við Kröflu, Bjarnarflag og Þistareyki. Nú en í dag þá ætla ég bara að segja ykkur frá vöktunni kringum Hellisheiðarvirkjun og Nesjavallavirkjun. En markmið vöktunar það að kanna áhrif jarðvarmavirkjana á gróður í mosaþembum og að meta breytingar sem kunna verða með tíma. Nú fyrstu mælingarnar voru settar upp 2012 sumarið og munu endurmælingar vera gerðar á 5 ára fresti og næsta endurmæling verður fyrirhuguð sumarið 2017. Bara benda hérna, sjáu þið Hellisheiðarvirkjun, þetta eru kælisturnarnir frá þeim og hér og hérna einmitt frá Nesjavallavirkjun. Nú, aðferðina sem við beittum við gróðurvöktunina, það eru fyrst og fremst við lögðum út gróðurvöktunarreiti í mosaþembur og af hverju erum við að vakta mosaþemburnar á svæðinu? Það út af því að mosagróður ríkjandi gróðurfari á þessu svæði, umhverfis Hellisheiðarvirkjun og Hengilssvæðið, eins og við sjáum hérna. Þá gróðurkortlagning frá Guðmundi Guðjónsson og fleirum árið 2005 sýndi að 69% af grónu landi var mosagróður og þið sjáið þessa grænu, nú virkar bendillinn ekki, en þið sjáið grænu, þessi hér þekja, þetta allt, þessi litur allt mosagróður á svæðinu. Kannski benda á Hellisheiðarvirkjunir hérna. Nú, þegar ég tala mosaþembur gróður og mosaþembur, þá ekki bara almennt mosa, heldur það nú skráða 606 tegundir mosa á Íslandi og í dag þegar ég nefni mosa þá við mosann hraungambra og þetta með þeim algengustu mosum á landinu eins og við sjáum á útbreiðslukortinu hér. Hann með fyrstu landnum og nýjum hraunum, hann verður oft einráður á snjóléttum og úrkomumiklum svæðum. En einnig hann einstaklega viðkvæmur gagnvart raski og lætur auðveldlega undan við átráningi. Og almennt fyrir mosa þá þeir mjög viðkvæmir fyrir mengun þegar mosar eru þannig lífverur að þeir hafa engar rætur, þannig að öll upptaka næringarefna og vatns fyrir gegnum blöð mosans
og þess vegna hafa þeir verið notaðir einmitt til þess að fylgjast með loftbornu mengun eins og hefur verið á Íslandi hefur tíðkast að safna tildurmosa til að mæla þungmálmengun í andrúmslofti. Nú rannsóknarsvæði, hérna sjáum við loftmynd af svæðinu. Við erum með Hellisheiðarvirkjun hérna fyrir neðan. Og Nesjallavirkjun norðar hana og það sem að aðgreinir helst svæðina að það úrkomus meira við Nesjallavirkjun heldur en Hellisheiði. Hellisheiðarvirkjun í öflugri virkjun í dag 303 megavött og árið 2012 þegar vöktunin fór sett upp þá var losun brennisteinsvetnis 6.000 tonn en við Nesjavelli 11.000 tonn. Og það sem einkennir svæðið, þetta náttúrulega jarðhitasvæði og við erum með þessi nútíma hraun, til dæmis á Svínahrauni og Orrustuhólshrauni og Nesjahrauni. Svo erum við með þessar móbergsmyndan í kringum Hengilssvæðið og þetta akkúrat svona undirlag sem að Mosinn hraungabri vex einna best á. Nú, vöktunarreitin þið sjá þessar grænu línur, þetta snið sem við lögðum út frá jarðvarmavirkjunum. Í miðjunni núllreitin okkar settu við kæliturna virkjanana og við notum sem sagt, kíktum líka á vindrásamælingar og dreifingu brennisteinsvetnisspár með tillit til hvar vöktunarreitin þið staðsettir á svæðinu. Svo þeir allir í hverju sniði þá erum við 5 vöktunarreiti. Þeir allir í mismunandi fjallar fyrir virkjun, 250, 500 metra, 1000, 2000 og svo 4000 metrum frá virkjunni. Nú, hver einasti vöktunarreitur lítur einhvern veginn svona út hjá okkur. Við völdum saman landslagsform á öllum reitum, þannig að við settum út reitina ofan á hraunbungur, þannig að við vorum ekki til dæmis að setja ofan í jaðarinn eða í dældir. Og þarna vex mosinn hvað einna best og reiturinn ca. 20 metra á lengd. Þessi svörtu punktar tákna það sem við söfnuðum mosa sínum sem við fyrirhugað að efnagreina seinna meir. En ég ætla ekki að segja ykkur frá efnagreiningum í dag því að það annað doktorsnemi Tekla Mútía. Hún mun efnagreina þessa sýni öll núna. Þetta doktorsverkefni henni hjá henni í Háskóla Íslands og við Jarðhitaskóla Sameinuðu þjóðanna. En hún hefur sem sagt fengið öll þessi sýni sem við söfnum í öllum viðmiðunarreitunum, eða vöktunarreitunum fyrir ekki. Nú, hverju vöktunarreit settum við út 8 þekjuramma og í hverjum einasta þekjuramma sem 50 x 50 cm á stærð þá mældum við sem sagt tíðnimældum við allan gróður og mældum þykktina á mosaþembunni. Þannig að svörtu punktarnir inn í táknaði það sem við mældum mosaþykktina og svo í hverjum einasta smá reit þar mældum við tíðni, skráðu tíðni allra tegunda háplantna, fléttna og mosa til þess að geta fylgst með breytingunum. Þannig að eftir 5 ár þá fer ég með sama þekjuramma á akkúrat sama stað og mæli nákvæmlega sömu smáreiti aftur. Og eins og þið sjáum hann í horninu, vinstra horninu, þá skemmd á mosa og við fórum svolítið að velta fyrir okkur hvernig við ætlum að meta þessar skemmdir á mosa. Þetta bara skemmd, ekki skemmd eða lítar mismunandi út. Þannig að við fórum í smá rannsóknarleiðangur og söfnum mosa sínum allt svæðið við Hellisheiði og Nesjavelli. Fórum inn á rannsóknarstofu og greindum það og komumst að því að þetta svolítið breytilegi útlit þessar skemmdir. Þannig að við ákveðum að búa til svona greiningar, svona flokkunarlykil á ástandi á hraungabrant þess að geta metið þessar skemmdir og fylgst með þeim til lengri tíma. Þannig að ég ætla að segja ykkur örstutt frá þessu mosalykli sem við þróum með greiningalykli. Og til að byrja með þá, þetta í heildina 10 flokkar. Þetta eru fyrstu 3, hérna mosaþekjan ennþá heil og samfelld, þannig að hún ekki beint rofnað neitt niður lengra. Og fyrst ætla ég að sýna ykkur heilbrigðan mosa, en hérna sjáu þið að það ber engin ummerki röskun eða rof á þekjunni. Blöð mosans eru græn eða gulgræn og það sést ekki neina dökka stöngla hérna inn á milli. Nú, svo sáum við mosa sem voru svona, þú sér þetta ekki beint, þú ert standandi, þú ert að horfa á mosaþekjunni, þú verður að rýna vel í svörðin og þeir eru náttúrulega mjög litlir. En þá sérðu að það blöð yngstu sprotana þeir eru fölbrún og skemmd og það vantar yfirleitt hárótana á mosasprotana. Jafnvel helming baðundan eins og við sjáum hérna til dæmis.
Nú hérna önnur skemmd, mosaflokkur C, hérna hún miklu stærri. Þetta sérðu auðveldlega í mosaþembunum, þarna eru samansöfn af fölbrún gulum blöðum sem mynda þessar stóru skellur. Nú hérna yfirleitt í flokkana þar sem leið að mosaþekjan farin að rofna lengra niður. Þetta D0, einn flokkurinn í okkur, grænir sprotar í dökkum eldri blaðhvirðingum og skemmdir á blöðum og sprotum. Hérna annar flokkur D1, en á þessari þekju þá yfir að líta, kannski nefna þessi yfirleitt að finna bara í dældum í hraununum, en þessi að finna í hraunum þar sem að mikið af þessum skemmdum, þá yfir að líta öll mosaþekja miklu gulari. Hún ekki jafn svona frísk eins og aðrar. Og þið sjáu þessar stökku mosasprota inn á milli í þekjunni og þeir oft skemmdir og svona hálfsviðnir. Og þegar blettirnir hafa stækkað þá fær þetta mosaflokkur D2, en hérna þessar skemmdir flokkast ef þær eru 2 cm þvermáli eða stærri. Og hérna þið oft sjáu þessar kolsvörtu stöngla inn í þekjunni, það eins og blöðin hafa sviðnað við stöngulinn. Nú hérna sjáu þið brúnan mosa, en svona lítið mosan út þegar hann hefur rofnað niður, og þetta mest samansafn af gömlum og dauðum mosastönglum og hálfrotnandi blöðum. Og þegar þú opnar mosaþembuna þá þetta það sem maður sér yfirleitt, svona þetta rof. Þá ertu með heilbrigða mosa neðst, þessa brúnu hálfrotnandi stöngla neðst, en hérna fyrir miðjunni þá erum við með þessa svörtu stöngla. Nú við fundum einmitt 2 gerðir af alveg mosaþekju sem voru engir lifandi sprotar í. Það var þessi steingrár mosi, þetta fundum við nálægt við neyðarlosun og við nálægt borholum. Og svo fann ég þessa bara einu sinni samt. Þessi ryðrauður mosi, hann með svona svörtum kleprum eða útfellingum á mosasprotanum. Og ég veit þetta mjög, kannski margir flokkar fyrir ykkur, en til þess að leggja áherslu á þetta þá heilbrigður mosinn A og þessi E og F eru þessi rofflokkar. En það sem ég búin að teikna rauða kassa utan, þetta eru skemmdir á hraungambra sem við teljum vera vegna álags út frá efnaálags eða hitaálags frá jarðvarmavirkjunum. Nú til að fara yfir niðurstöðurnar, og ætla að byrja að fara yfir tíðnina á þessum skemmdum sem við mældum í öllum reitunum. En til að byrja með þá varpa ég upp þetta tíðnin sem við mældum í öllum reitunum. Ég veit þetta er svolítið flókið mynd, en við erum með Hellisheiðarvirkjun til vinstri og Nesjavallavirkjun til hægri, og X-ásin með tíðnin, hún frá 0 upp í 100, Y-ás, og X-ásin erum við snið, breytileg snið frá virkjunum, og svo eru súlurnar í mismunandi fjarlægð frá virkjun. Og voru að benda á, þess að við byrjum á A, það var heilbrigður mosasprotar að finna í hverjum einasta smáreit. Við hugsaum þekjurammann, hann var alls staðar til staðar, þetta náttúrulega litlum skala mosarnir. En það sem við horfum á skemmdirnar sem við teljum að vera völdum efnamenguna frá virkjunum, þær eru mjög breytilegar og sýnir ekkert sérstakt mynstur frá virkjunum eða með fjarlægð. Og rofflokkarnir eru frekar í litlum lágum mæli hraunbungunar. Og til þess að gera þetta aðeins einfaldara, þá teiknum við upp tíðnina á þessum skemmdum sem við teljum vera vegna efnamengunar á kort. Og fyrir ofan efri myndina Hellisheiðarvirkjun þið sjáu ljósgrænu sniðin eru merkt inn á fjarlægðirnar á reitunum, en þessi breiku punktar inn á milli, þetta eru staðsetningun á borholunum. Og ef við byrjum að skoða mosaflokk B, þá þið sjáu að þessar doppur tákna tíðnina, hann stærsta doppan 30 tíðni. Og þið sjáu að skemmdirnar eru mestar næst virkjuninni, en svo einnig líka að finna í 4 km fjarlægð frá virkjuninni, sem bendir til þess að við erum ekkert að ná út fyrir áhrifasvæði virkjuninni. Nú ef við skoðum mosaflokk C og D0, þá eru það einmitt líka tíðnina við Nesjavallavirkjunum meira af þessum flokkum og einmitt nær virkjuninni. Og ef við skoðum algengustu skemmdirnar, D1 og D2, bara passið að við sjáum að bólurnar eru ekki alveg á sama skala.
En þetta mjög breytilegt og það fylgir henni engu beinu munstri og þetta í rauninni bara staðhættin eða landslagið sem kannski meira stjórnar útbreiðslunni á þessum skemmdum. En til þess að fá betur yfirlit yfir heilbrigðan mosa umhverfis virkjanirnar í þessum vöktunarreitum, þá ef þið hugsið aftur þennan þekjuramma sem við vorum að mæla í, þá tók ég reiknum tíðnina þar sem var bara heilbrigður mosi. Við vorum oft með fleiri, kannski 3 mismunandi mosaflokka í hverjum einasta smárit og nú endurreiknuðum við tíðnina sem bara heilbrigður mosi í hverjum smárit og reiknuðum svo með hlutfalli fyrir hvern vöktun fyrir hverja virkjun. Þá kemur ljóst munstur að það mun meira heilbrigður mosa við Hellisheiðarvirkjun heldur en Nesjavallavirkjun. Og munstrið sem fylgir það lægst af heilbrigðum mosa næst virkjuninni, en svo eykst hún og svo lækkar hún aftur fjær. Hún svolítið einstakt munstur. En það vex nú annar gróður í mosaþembunum, þetta ekki bara hraungambri. Og í þessum öllu 30 reitum sem við settum út sumarið 2012, þá greindum við 25 tegundir háplantna, 2 tegundir birkningar og 3 tegundir mosa. Og algengustu plönturnar voru grasvíi, stinnastur, túnvingull, krækiling, bláberling, buðupuntur, múasef, kornsúra og blávingull. En kannski taki eftir að svörtu súlarnir eru við Nesjavelli og þar einmitt áberandi hvað krækiling og bláberling eru með miklu meira magni. En annars tíðni háplantnanna, hún ekkert svakalega há í þessum mosaþemb. Gróðurfarslegur skyldleiki reitanna var einnig kannaður með DCA-hnýtunargreiningu og þar sjáum við að Hellisheiðarvirkjun eru dökkblá reitir og meðan Nesjavallavirkjun eru ljósblá reitir og það aðeins sem skýrir þennan mikla mun, það tíðni lyngtegunda við Nesjavallavirkjun hér og reitirnir sem raðast hérna uppi, þeir hafa mun meiri hærri tíðni fléttna og stinnastárar. En svo skoðum við einnig samband mosaflokka og umhverfisbreyta sem við mældum. Það voru hæðir við sjó, fjölla frá virkjun, mosaþykkt og fjöldi háplöntutegunda. Og við teiknum það inn á sömu myndina hérna, þannig að lengd örvanna gefa til kynna hversu sterkt tengslin eru. Og sterkast að við skoðum bara skemmdina með D2, þannig að því lengra við Nesjavallavirkjun voru meira D2 skemmdum og akkurat það sem voru meira af lyngtegundum, en það nú þekkt að krækling þoli talsvert mikla mengun til dæmis og það því hugsanlegt að krækling hafi aukist á þessum svæðum þar sem mosinn hefur verið að skemmast. En þekkt dæmi til dæmis frá Straumsvík við álverið þar hefur krækling aukist töluvert þar sem mosinn hefur skemmst. En þetta verðum við sjá betri þegar við förum að endurmæla þessa reiti, hver þróunin verður á háplöntusamfélaginu betur. Þess að taka þetta saman í lokin með umræður. Það máttu við að finna skemmdir á mosa við virkjunum því að þeirra hafði orðið vart við áður og við teljum að útliti á hraungambranum megi að mestu leyti rætur sína rekja til rofs, þá það mosaflokkurinn EOF, og til mengunar vegna starfsemi virkjananna, það voru allir hinir flokkarnir. En tíðni skemmdanna, hún var mjög breytileg milli staða og sýndi í rauninni ekkert augljóst mynstur, hvort tengt fjallað, né vindstefnu og það kom okkur svolítið óvart því að aðrar mælingar á efnagreiningu í mosunum hafi við sýnt að næst virkjunum mældist hæst af þungmálmum og brennisteini og lækkaði því fjær frá virkjunum dró og einnig með þessar brennisteinsvetnissparnar, þannig að við vorum í raun að búast við að mestu skemmdirnar væru næst, það myndi svo dvína með fjarlægð, en þetta var eiginlega ekki það munstur sem við byggust við því að mestu skemmdirnar voru bundnar við einstaka reiti, þessi voru ýmist næst eða fjarri þeim. Það var mun meiri útbreiðsla á skemmdunum við Nesjavallavirkjun og mun meira heilbrigður mosaþeki við Hellisheiðarvirkjun heldur en Nesjavallavirkjun. En þar getur líka aldur virkjana komið inn því að Hellisheiðarvirkjun hefur verið starftæk í 6 ár síðan við settum út vöktunina, en Nesjavallavirkjun hefur verið starfrækt í 22 ár.
þótt að við erum kannski ekki að mæla mjög mikið að skemmdum í reitunum okkar, þá vil ég líka bara benda á að við erum búin að labba mikið þetta svæði og við settum út gróðurvöktun á reitunum okkar ofan á hraunbunganum, en í jaðrinum og í deildunum er mjög mikið að skemmdum líka og þar sjáum við þessar rofskemmdir. Spurning, við veitum náttúrulega ekkert hvort það er náttúrulegt rof eða hvort að skemmdirnar hafa fyrst verið undir efnaálagi og svo rofmátturinn að tekið við. En svo líka næst virkjunum þar sem að borholurnar eru. Þar er stór svæði, svo hérna sjáum við fjærst á myndinni eru grænar heilbrigður mosi, en allt þetta gráa svæði, þetta er ekki svona steingrár mosi og þessar svartu skellur myndi ég flokka sem D2. En þetta, ef við lítum, við horfum á þarna svarta blettina niður í miðjunni, stækka hann upp hérna, þá sjáum við hvernig mosastenglarnir hafa skemmst, en það sem við sjáum líka er að hann er líka ná endurvexti í skemmd, sko. Þannig að hraungabrið er náttúrulega fjölar planta og því er mögulegt að ná þessi með endurvexti og hafa rannsóknir Magnúsdóttir sýnt fram á það ef að skemmdin nær ekki, ef hún er ekki dýpri en 3 cm í þembuna, þá nær hann endurvexti mosin. En hann vex náttúrulega afar hægt til nokkra millimetra á ári, þannig að það er spurning hversu langa tíma hann tekur að jafna sig. En með þessari vöktun þá getum við náttúrulega svara þessu spurningum hvernig þessar skemmdir að þróast og hversu lengi er hann að jafna sig. Þannig að við settum fram nokkra tilgátur þróun skemmda í mosaþembunum. Þannig að við teljum að geta verið þrenns konar. Þannig að fyrir að fyrsta ef að endurvextur mosaspötu hann muni nást, þannig að mosaskemmdin muni bara hverfa, hann muni bara vaxa yfir skemmdina. Eða ef hann næst ekki og það er undir miklu álagi efnamengun eða hitaálagi, þá muni hann skemmdin bara stækka, vera lítið út alveg eins og hún er. En svo fyrir að þriðja það sem er þessi mynd hérna, þannig að það gæti náttúrulega bara verið mismunandi þróun á skemmdum sem við erum að mæla í umhverfinu. Og við erum búin að setja upp inn á nokkra spár um hvernig hún gæti þróast ef að með viðverandi efnamengun og að náttúrulegt rof taki svo bara við. Þannig að fyrstu A og B, hérna erum við með þessa dauðu mosaþembur, þykjur, G og H. Við teljum að þau muni enda kannski bara náttúrulegt rof taki við ef að endurvöxtur næst ekki. Og leið C, hérna komu nokkrir dauðir sprotar eins og mosaflokki B. Þeir myndu kannski þéttast saman, mynda stærri bletti, rofi myndu taka við eða þeir myndu dýpka niður í mosaþembuna. Eða jafnvel líta út þessu D0, dýpka það niður hér, svo taki rofi við og svo framvegis. En þetta er rauninni bara tilgátur hjá okkur og þetta munum við náttúrulega svara með vöktuninni að mæla næstu 5 árum. Og nú framtíðarhorfur, þetta er náttúrulega fyrsta gróðurvöktunarverkefni sem við sett upp í mosaþembugróður og jarðvarmavirkjunum á Íslandi. Og endurmælingarnar á 5 ára fresti gefa mikilvægar upplýsingar breytingar sem geta orðið sér stað í mosaþembunum og líka á tegundasamsetningu gróðursins í mosaþembunum. Og nú erum við búin að þróa hennar mosalíki sem er náttúrulega hægt að nýta í önnur ástandsmöt á mosaþembugróður á Íslandi. Og bara svo lokum þá vil ég bara vekja athygli á því að gróðurinn er að skemmast umhverfis jarðvarmavirkjanir. Þar eru frekari virkjun í jarðvarma í undirbúningi, til dæmis í Bjarnarflat, Þeistareykji og í Öldvörpuna á Reykjanesskaga. Og ætla má að allar jarðvarmavirkjanir geta haft áhrif á gróður og því er mikilvægt að hefja frekari vöktun við allar þessar jarðvarmavirkjanir og önnur mengandi iðjuver. Og við leggjum í rauninni til þess að heilbrigði gróðurs verði rannsaka betur með tilliti til plöntu- og sveppasjúkdóma, því að ég tel að þetta gefi betri mynd af ástandi vistkerfanna en aðra rannsóknir hafa kannski meira innblítt á tegundasamfélögin, hvernig þau eru að breytast. En mér finnst það vantar svolítið á sveppasjúkdóma og plöntu, rannsaka heilbrigði gróðurs og jafnvel annars lífríkis kringum þessi iðjuver. Svo lokum við bara þakka samstarfsaðilum, Einari, Magnu, Borgþór, Annettu og Sigmar og þakka ykkur fyrir áheyrnina. Þakka þér fyrir, Ágústa. Við höfum tíma núna fyrir umræður og fyrirspurnir. Arnór heiti ég á verkefnisstofnun Verkís voruð með einhverja viðmiðunarreiti sem að þessum áhrifa
að virkjunum gæti ekki til að fylgjast Já, með? það sem sagt eftir að Tekla kom inn í verkefni með okkur, þá voru settur upp 2 viðmiðunarreitir, einn á Rauðhálsahrauni á Snæfellsnesi og annar í Hrunamannahreppi. En voru eitthvað skemmtir á þeim? Svona? Ekki mikla skemmtir, ekki eins og við erum að sjá hérna. Og kannski annað fyrst ég held á mikrofóninu til loftreyfisspá fyrir efnin, dreifingu efnana til að bera saman við skemmtirnar? Já, það búið að vera að mæla brennisteinsvetnis mengunarspárnar en þær eru bara, já, það nýja rannsóknir hjá henni Snjólaugu, það sýna fram á það að þetta mjög mikið háð, landslagi stýrir dreifinguna á þessum efnum og það þarf að rannsaka þetta betur með tillit til þessa skemmta. Já, Már Pétursson, nú það auðvitað alkunn og blasir við öllum að það ekki sama gróðurfar á hraunum eftir hvað eru gömul. 500.000 ára hraun lítur allt öðru vísi út heldur en kannski 7.000 til 8.000 ára hraun og manni hefur nú vist að það væri mosinn sem að hörfaði og háplöntur, lyng og krækilyng og annað tæki við. Nú ég leikmaður í þessu en þetta nú svona það sem að leikmanni sýnist. Nú gast þú það að til dæmis við álver í Straumsvík að þá, ef ég heyrði rétt, að þá væri krækilingið að taka við. Það hugsanlegt að dauði mosans af þessum völdum, hann flýti fyrir breytingunni? Það að segja að háplönturnar komi fyrr vegna áhrifanna á mosans eða það svo að þessar lofttegundir sem að þarna eru að þær hafi það slæm áhrif á háplöntur, lyng og annað slíkt að þarna sé hætta á að eyðimörk verði til frambúðar. Ég ekki að, jú, það náttúrulega vissulega krækilingi að nýta sér það til dæmis í Straumsvík að mosinn sé að drepast og hraungapurinn frekar öflugur í samkeppni við aðrar háplöntur. En þetta líka náttúrulega einstak vistkerfi á Íslandi þessar mosaþembur, þannig að við viljum kannski ekki glata þeim alveg, en einnig líka með breytingarnar á, hvað áttu að setja spurningin hér? Það var hvort að það væri ástæða til óttast að það væri varanlega eyðimörk. Já, eyðimörk. Eða hvort þetta væri bara flýta fyrir gróðurþróun. Já, þetta gæti náttúrulega, þetta eru mikla breytingar á gróðurþróunni, kannski þess að flýta fyrir þeim eða ekki, en ég held að ég þori ekki að svara því hvort það verði eyðimörk hérna eftir alla þessa orkunýtingu, en ég held ekki. Fleiri sem að við vilja taka til máls? Já, takk fyrir góðan fyrirlestur, Stefán Jónsson, umhverfis- og auðlindaráðuneyti. Mig langar til að spyrja, veistu hvers eðlis þessi efnaáhrif eru á mosann? Þú sér þessi áhrif á mosann, veistu hvað það í hvers eðlis þessi efnaáhrif eru? Þetta sýruáhrif eða þetta áhrif einstakra efna? Þessar skemmdir sem sér, lýsir það einhverju sérstakri gerð efnaáhrifa? Við erum ekki búin að efnagreina þessi áhrif, en hún Tekla hefur verið með tilraun þar sem hún að vökva mosann með brennisteini og þær tilraunir sýna alveg fram á skemmdir, þannig að svo getur verið, þetta bara efnaálag og svo kannski kemur sveppurinn eða eitthvað sjúkdómar sem að veikja mosann. Við getum ekki svarað því, við höfum mælt þessar skemmdir á mosanum, við sjáum þessar útlitsbreytingar, en hvort þetta sé sveppur eða einhver sjúkdómur eða hvort þetta sé brennisteinn eða arsenik eða bóron, við vitum það ekki í rauninni. Já, Hólmfríður heiti ég hjá umhverfisstjóra Orkuveitu Reykjavíkur. Takk fyrir erindið og mér finnst að það er mikilvægt að við erum komið með þennan mosalykil, því að víða á landinu þá er það mosagróið og þetta getur nýst víða.
En varðandi áhrifin frá virkjununum að þá það eins og þú nefndir vitnaður í dreifingar rannsóknir sem verið að vinna að þessi árin að þá þekking að aukast á áhrifum frá jarðvarmavirkjunum. Og ég vil nú meina það að við hefum nú ekki mátt vera seinni að hefja þessar rannsóknir til þess að geta í raun og veru svona borið þetta saman við rannsóknir á dreifingu mengunar frá virkjununum. En þú nefndir líka hitaálag og það svona það sem verstu skemmdirnar voru ef ég skildi þig rétt að það nálægt þeim svæðum þar sem að meðal annars mikið hitaálag eins og frá blásandi borholum og þessari neyðarlosun. Getur eitthvað á núverandi stigi svona ímyndað þér svona efnaálag versus hitaálag, hvaða áhrif það getur haft á gróður í nágrenni virkjananna? Alltaf sem við sjáum á þessum svæðum þar sem að neyðarlosunin var, þar mosinn að mestu dauður þar, en það hafa alveg grös komið inn þar á milli. En ég náttúrulega þekki ekki forsöguna. Það eiginlega verst þegar maður að setja upp svona vöktun, þá var náttúrulega best að geta byrja að vakta áður en að virkjun fer í gang til þess að rannsaka allar þessar breytingar. En hvernig þetta mun þróast, maður sér það endurnýjungsbrota í þessum mosaþembum, en ég held að það taki bara langan tíma. Takk fyrir fyrirlesturinn. Lilja heiti ég. Mig langaði til að spyrja þig hæð yfir sjó á þessum tvennum svæðum. Munur á Nesjavallahæðinni og Hellisheiðarhæðinni? Já, það mjög mikill munur. Þetta voðalega hæðótt og fjölbreytt landslag. Þetta allt frá 250 upp í 350 metra hæð yfir sjávarmáli. Þannig að reitirnir eru ekki allir á sömu. En vegna þess að þú færð meiri skemmdir Nesjavallamegin? Já. Hugsanlegt að það liggja hærra yfir sjó og viðkvæmara, það ekki bara tíminn? Það getur einmitt, til dæmis reitirnir sem eru upp á við Dyrfjöllina þar, upp á við hæstu reitirnir yfir hengilin, þar eiginlega minnstu skemmdirnar. Þannig að mjög líklegt þá strókurinn ekki að ná yfir þannig. Já. Þannig að það þarf að rannsaka þetta betur við, eins og hún var að tala áðan, að það rannsóknir hafa aukist mjög mikið á síðastliðnum árum eftir að við hófum vöktunina og ég var alveg til að setja út fleiri vöktunarreiti tengt þessum nýjustu rannsóknum, hvar styrkurinn sem hæstur, þar sem þeir eru að mæla að fylgja stróknum, hvernig hann að dreifast landslagið á svæðinu. Þannig að þetta bara allt mjög jákvætt að rannsóknir að aukast mjög mikið. Já, sæl, Þóra Ellen heiti ég. Þakka þér fyrir mjög góðan fyrirlestur. Bara fyrst með eina spurningu, hvernig mældirðu mosaþykktina? En svo var ég líka að spá í að manni sýnist oft kannski ekki þessari hæð, en það sem liggur lægra eins og hraungambrinn sé miklu grænna á veturna heldur en á sumrin. Bendi til þess að hann vaxi kannski meira á veturna. Og þá var ég að spá í að þú ert komin upp í svolítið hæð, þar sem að kannski liggur snjór á veturna meðan að það sem að neðar liggur í landinu það kannski ekki snjór, hvort að þetta sé einhver breytileiki sem gæti skipt máli. Já, algjörlega með snjóin og ég veit að hann náttúrulega algjörlega háður úrkomi vöxturinn á hraungambranum og það sem meiri raki við veturna myndi náttúrulega vaxa betur. Og með mosadýftina þá notum við pinna, þar sem við bara 2-3 millimetra pinna sem við stungum niður, þannig að við komum niður á hraun eða jarðveg. Og mosadýftin var frekar breytileg frá svona 20 til 30 til 40, þess að dýfsti sem mældi 50 cm þykkur mosi. En við náttúrulega þess vegna völdum við þetta landslagsform að vera ofan á bungunum, þannig að þetta allt svipað, þannig að við verðum allir með sambærilega snjóuppsöfnun í rauninni. Eru fleiri spurningar?
Já, Pétur Sigurðsson heiti ég. Mér langar að spyrja Gamburmossann eða þennan grámosak var alltaf kallað gamla dag. Ég sé það sem hefur verið keyrt yfir mosaþemburnar og orðið bara moldajarðvegur, að hann sá sér ekki í moldina, en það sem seint grjótið eða hraunið blasir við það virðist hann sá sér í. Græna hann ekki upp svona flög sem það sem bara moldin eftir. Nei, það einmitt rannsóknir hjá henni Magnúsdóttir hafa einmitt sýnt fram að hann vex einna best á vikrum og hraunum og hún var að prófa að sá honum í moldinni líka og hann messir eiginlega ekkert, endurvöxturinn mjög lítill þar. Þannig að undirlagi skiptir henni öllu máli hjá hraungabranum. Ef það eru ekki fleiri spurningar þá þakka ég þig kærlega fyrir, Ágústa. Já, takk fyrir mig. Þakka ykkur fyrir komuna.